Þá kom það að því að völvan tekur að segja frá tilvild þess að hún hóf frásögn sína. Það að Óðinn hann hitti hann og bað hann að flytja fornfræði og spá aðeins fyrir framtíðina. Veit hún Heimdallar hljóð fólkið undir heiðvönum helgum baðmi. Hún veit að eyra Heimdallar falið fólkið undir vönum heiðríkju himinsins, undir trénu. Á sér hún ausast aurugum fossi. Hún sér einhverja á sem leirugur foss sem kemur úr veði Valföðurs. Og veð Valföðurs auga Óðins og það var einmitt í Mýmisbrunni sem Óðinn þurfti að fórna auga sínu. Og hér segir hún: vitið þér enn eða hvað viltu fá meira að vita? Í þessari vísu fjallað Heimdall sem við munum úr Snorra-Eddu að var svona nokkur svona dyravörður, vörður í Ásgarði, og hann virðist hérna hafa látið eyra sitt en hann ekki alveg ljós hvað hann fekk í staðinn. Og völvan sér á streyma þarna úr Mýmisbrunni. Tökum eftir þessu sem í lokin: vitið þér enn eða hvað? Þar segir: viljið þið vita meira? Eruð þið að skilja hvað framundan eða þarf ég að útskýra betur fyrir ykkur? Og núna fer völvan brátt að tala það sem framundan það sem Óðinn óttast mest, framtíðin. Því að Óðinn og Heimdallur þeir skynja að það fara að taka halla utan fæti og þeir leita hans að visku að kannski það til að afstýra ógæfunni sem að gerist í framtíðinni. Menn vilja vita hvað gerist í framtíðinni, þess vegna fer fólk til spákonu. En þó að Óðinn hafi öðlast þessa visku, þá getur enginn flúð örlög sín, örlögun verður ekki hnikað. Og heyrnarlaus að sjálfsögðu, þá getur náttúrulega Heimdallur ekki sinnt þessu hlutverki að vara goðin við, því að eins og við vitum þá heyrði hann jafnvel svo vel að hann heyrði grasið gróa. Og þá erum við komin í þessa vísu, þar sem völvan horfir tilbaka og vísar til þess þegar Óðinn kom til hennar og bað hana að rífa upp þessi fornu spjöld 4. Ein sat hún úti, þá hinn aldni kom, íkjungur Ása. Þarna situr hún ein úti, því að það var kannski aðferð sem svona spámenn nota, að sitja úti. Ná völdum yfir náttúrunni umhverfinu og fá svona yfir náttúrulega vitneskju, tengjast yfir náttúrulega verum. Hinn aldni, þar segja Óðinn, hann kom og í augu leit. Þarna verður að ná einhverju ákveðnu valdi á völvunni, hann fangar augnaráð hennar og völvan segir: hvers fregnið mig? Að hverju ert þú að spyrja? Hví freistið mín? Af hverju ertu að prófa mig? Allt veit ég, Óðinn, hvar þú augað falt. Ég veit alveg, Óðinn, hvar þú seldrað við auga þitt. Í hinum ágæta Mýmisbrunni, í hinum mæra Mýmisbrunni. Þetta orð mæri kemur aftur fyrir. Drekkur mjöð Mýmir, morgun hverjan. Mýmir drekkur mjöð hvern einasta morgun af veði Valföðurs. Vitið þér enn eða hvað? Viljið þið fá meira að vita? Og athugið að völvan hún ávarpar Óðinn þarna í eigin nafni, hún ekki heiti, og segist hvað hún viti hann. Hún alltaf veit alltaf þennan völva. Með völva og þessna veit hún hvað hefur komið fyrir Óðinn, og svo veit hún líka að Mýmir, hún drekkur á hverju morgni úr brunninum, úr Mýmisbrunni. Og þá segir frá því hvernig Óðinn gefur völvunni hring á
hálsmenn og hvað hann fær að launum. Hann fær að launum hinna fornu speki og spádóm hennar. Valdi henni herföður, þarna komið heiti fyrir Óðinn. Óðinn valdi henni hringa og men. Hún fékk spjöll, spakleg. Hún fékk svona merkileg fræði og hún fékk líka spáganda. Hún fær þarna galdraspá, eða gandaspá. Hún sá vítt og vítt veröld hverja. Þarna tvíteyring á því hvað hún sá vítt alla veröldina. Athugið að hingað til þá völvan bara búin að þylja upp það sem hún veit fortíðina. En hérna hún eftir að segja Óðni og öðrum áhorfendum frá því hvað hún sér í nútíð og í framtíð. Hérna hættir völvan að rekja minningar fornfræði. Og nú byrjar hún að lýsa atburðum sem hún sá þegar hún var í leiðslu, hvers konar leiðslu eftir að Óðinn náði valdi yfir henni. Og hún segir frá valkyrjum Óðins sem hann sendi í mannheima til að ákveða hver ætti að falla í orrustunum. Sá hún valkyrjur vítt komnar, görvar að ríða til goðþjóðar. Hún sá þessar valkyrjur sem Óðinn sendi til að kjósa valin, hverjir áttu að falla í stríði. Vítt komnar langt að. Görvar að ríða, tilbúna til þess að ríða til goðþjóðar, til goðanna. Nú þar tilbúin til að ríða til goðheima sem bendir til að þar verði brátt barist. Skuld hélt skildi, skögul, önnur, gunnur, hildur, göndul og geirskögul, fínustu nöfn á öllum þessum valkyrjum. Og nú eru taldar nönnur herjans og nanna því dís, það að segja dísir Óðins, valkyrjurnar. Hér búið að telja upp valkyrjurnar sem að eru tilbúna til þess að ríða yfir landið. Í Snorra-Eddu þar munum við frásögnina víg hins saklausa Baldurs, son Óðins og Friggjar, og hverjar voru hefndirnar eftir hann. Það sagt í Gylfaginningu að Baldur bestur, hann lofa allir, og við skulum rifja upp að það var Loki sem kom að því að finna út hvernig væri hægt að fella Baldur, og hann féll með mistilteininum. En munið að mistilteinin, hann þátt fyrir að hann væri lítill og mjór og fallegur, þá var ekki líklegur til þess að valda skaða, og Frigg sá ekki nein ástæðu til þess að láta hann lofa að þyrma Baldri. Og munið að goðin hafa núna þegar framið 2 höfuðglæpi, en núna þeir hins vegar komnir, núna koma fleiri glæpi til skjalanna, það að segja að menn fara að berjast á móti hver öðrum, bræðravíg, blóðhefndir, og þetta eru að sjálfsögðu bara afleiðingar af þessari spillingu. Og því að eins og maður nú sér svona bæði í sápuóperum og líka í lífinu sjálfu, að þá geta ágirnd, peningar, græðgi getur sundrað heilu fjölskyldunum. Ég sá Baldri blóðgum tífur, hún sér Baldur blóðugan. Baldur þennan Óðins barn, son Óðins, örlög fólgin, örlög hans voru sköpuð. Stóðum vaxinn völlum herri, mjór og mjög fagur, mistilteinn. Þannig að mjór og mjög fagur mistilteinn stóð þarna vaxinn jörðu ofar, og hann
skiptir máli í örlögum Baldurs. Því að mistilteinninn, hann átti þátt í því að Baldur dó. Hér er vísað í frásögn af því þegar Loki platar Höð og Höður var blindur. Illa þar með fatlaða manninn. Hann platar Höðin blinda til að kasta mistilteininum í Baldur og rifjum upp frásögnin í Snorra-Eddu þar sem að það satt frá því að allir náttúrulegir hlutir höfðu svarið eyða að verða Baldri ekki að meini. Allir nema mistilteinninn. Og Loki var ekki sáttur við að ekki yrði Baldri að meini, brá sér í konulíki og konur tvær saman fara að spjalla um ýmsa hluti og þannig kemst Loki að leyndarmáli Baldur. Því að Frigg sagði honum frá því að mistilteinninn sem hún taldi hungan til að geta valdið skaða, það var kannski eina sem að gæti skaða Baldur. Og þegar að menn voru að skjóta síðan í Baldur að leika sér að henda í hann ýmsu sem að gæti skaða hann, en að sjálfsögðu þá skaði ekkert hann, að þá rétti Loki Héðin blinda mistilteininum til að skjóta. Og í vísum þarna líka satt frá fæðingu Vála sem að Óðinn eignast með rindi til þess að hefna Baldurs, og Váli bara einnar nætur gamall þegar hann hefnir þarna Baldurs. En skoðum þessa vísu, varð af þeim meiði mær sýndist harmflög hættuleg. Hættuleg flaug, hættuleg ör, var til af þessu tré sem að virtist bara vera mjög mjótt, einfalt, ómerkilegt. Höður nam skjóta. Höður skaut. Baldurs bróðir var umborinn snemma. Þarna er talað um Vála sem Óðinn gat rindi til að hefna Baldurs. Sá nam Óðinn sonur einættur vega. Sá, það er þessi Váli, sonur Óðins, hann drap, þegar maður bara einnar nætur gamall. Talandi um bráðþroska á barni. Jæja, en þetta er nú svona goðsagnir. Hér er áfram verið að tala um Vála og munum að hann fæðist í heiminn aðeins með það hlutverk að hefna Baldurs. Hér segir, þó hann æfa hendur né höfuð kemdi, þó hann þvoði aldrei hendur sínar né greiddi hár sitt. Áður á bálum bar Baldurs andskota, og andskoti þýðir hér einhver sem skýtur ör eða skýtur spjóti. Og andskoti Baldurs, það er bara banama Baldurs sem var Höður. En Friggum grét í Fensölum, og Frigg, hún átti heima í Fensölum. Hún grét Vá Valhallar, og Vá Valhallar er þessi hætta sem gerist í Valhöll sem boði, sem er víg Baldurs. Við sjá að hér grætur Frigg heima hjá sér, syrgir son sinn, því að það var hún sem að í svona hugsunarleysi, í grandaleysi, lét Loka fá upplýsingarnar mistilteininn. Hér er Váli búinn að frétta af að Loki sem hann stóð á bak við drápið á Baldri, og í Snorra-Eddu þá flúði vist Loki þarna, fól sig þarna upp á fjalli, njósnaði um æsina sem vildi ná honum, og svo breytti hann sér í lax, en þeir náðu loksins, Þór náði að grípa í sporðin á honum og halda á honum, og svo var sagt frá því í Snorra-Eddu að hann hafi verið bundinn með þörmum sonar síns Narfa, og það er líka sagt að
Æsir hafi breytt öðrum sinni Loka í úlf sem hafi síðan rifið Narfa á hol. Sjáðu hvað þetta óhuggulegar lýsingar í þessu og hvað nú farnir að beita óhuggulegum brögðum í að hefna og refsa. Í þessari vísu þá Váli að búa til járnfjötrana úr þörmum Narfa og þessir járnfjötrar eiga að halda Loka þangað til heimurinn ferst. Þá gerði Váli vígbönd snúa. Hann gerði svona drápsfjötra, þessi bönd sem að halda á honum. Heldur voru harðgerð höft úr þörmum. Þessi bönd, þessir fjötrar úr þörmunum voru mjög sterkir. Heldur voru harðgerð. Munið að það oft beitt svona úrdrætti í Íslendingasögum og öðru. Hér lýst hvernig Sigyn, hún horfir á mann sinn sem þykir greinilega vænt horfir á hann bundinn á þessum óhuggulega stað. Og nú rifjum við aftur upp Snorra-Eddu þar sem að Skaði, kona Njarðar, hún festi eiturorm yfir Loka og svona dropar niður á andlit hans. Og Sigyn, hún lýnar þjáningar hans með því að halda alltaf skál undir eitrinu, þannig að eitrið falli í skálina en ekki á Loka. En stundum kemur þó fyrir að hún þarf að tæma skálina og á meðan lekur eitrið á Loka sem kippist við og jörðin skelfur. Og þetta að sjálfsögðu skýring okkar á jarðskjálftum. Haft sá hún liggja undir Hveralundi. Hún sá mann í böndum liggja undir Hveralundi. Og það þessi staður, Hveralundur, þar sem að Loki var bundinn. Loka áþekkjan, sem leit út fyrir að vera Loki. Hann var í lækjarslíki. Hann var í útliti einhver sem var svikull. Því að Loki, hann var sannarlega svikull. Og svo líkt sagt frá því hvernig hún situr þarna. Þar situr Sigyn, þegi sínum vel glýjuð. Þarna situr Sigyn, eigi vel glýjuð, ekki mjög glöð. Og svo segir í lokin, vitu þér enn eða hvað? Hérna dregin upp svolítið ljótmynd af hinni ægilegu Slíður á Sverður á vegi manna, þeir sem að stefna til Helheima. Og þessi áin Slíður, hún því sem að kallast Herkúles og annað því eftir þessu að teiknmyndunum, nú kannski að einhverju lesið gríska goðafræði, en áin Slíður samsvarar ánni Styx í grískri goðafræði, þar sem að Karon ferjar mennina yfir. Áfellur austan Eiturdala, söxum og sverðum, Slíður heitir sú. Áfellur austur Eiturdali, hún full af söxum og sverðum. Slíður heitir sú á. Og þá erum við komin að síðustu vísunni í þessum hluta, að andstætt þessari ljótu vísu þarna Slíður, að þá hér lýst góðum stöðum, annars vegar gylltur dvergasal og hins vegar ágætum drykkjusal jötunsins Brimis, þar sem alltaf hlýtt. Og hérna telt saman andstæðum. Þessi mynd andstæða þeirra köldu myndar sem við sáum í 37. vísu og dauðinn tengist kuldanum. Stóð fyrir norðan á Niðavöllum salur úr gulli. Salur úr gulli.
Sindrættar stóð fyrir norðan á Niðavöllum. En annar stóð á Ókólni. Kólni er einhver staður sem að kólnar, kólnar ekki. Eins og í heppni og óheppni, kólni, ókólni, samsvarandi orð. Bjórsalur jötunsins á Brimis heitir. Drykkjusalur jötunsins, Brimis sem á þennan sal. Og í næstu vísu þá verður áfram farið að lýsa þessum stöðum og sérstaklega dvalarstöðum vondra manna eftir dauðann.